Komið sæl og verið velkomin í þáttinn undirbúningur fyrir sunnudag. Ég heiti Zakarías Ingólfsson og er prestur í verkefni sem kallast Játningabundin evangelisk lútersk kristni. Þú finnur okkur á heimasíðunni jalk.is, jlk.is og þar eru líka tenglar í samfélagsmiðlan okkar á Facebook og YouTube. Það er einfaldast að finna okkur með þeim hægt að færa inn á síðuna og nota tenglana sem eru þar. Ég mun setja handrit þess þáttar á heimasíðuna og upptöku af honum á YouTube síðuna okkar. Upptaka verður líka í boði á appi Lindarinnar. Sunnudagurinn kemur annar sunnudagur eftir páska eða þriðji sunnudagur páskatímans. Páskatíminn nefnilega ekki bara páskadagur og annar í páskum, heldur það heil árstíð í kirkjunni sem hefst með páskahátíðinni, en varir síðan í 40 daga fram að uppstignaðardegi og síðan 10 daga í viðbót fram að hvítasunnu. Alla þessa hátíð fögnum við hinum upprisna Kristi og við skreytum kirkju landsins með hvítum lit, bæði á altaristúkum og á stólunni sem að prestarnir eru í, og það má líka nota gildan ef að gildur litur fyrir hendi. Þessi litur, hvítur eða gildur táknar allar kristshátíðirnar, sérstaklega þá jól og páska. Ritningarlestanir í dag úr Sálmi 23 og úr fyrra Pétursbréfi úr 5. kafla og Guðspjallið framhald af Guðspjalli síðasta sunnudags og úr 21. kafla Jóhannesarguðspjalls. Sameiginlegt viðfangsefni allra þessara þriggja texta hirðirinn sem að gætir sauðana. Fremstur allra hirða að sjálfsögðu Drottinn sjálfur, eins og segir í fyrir ritningarlestrinum, Drottinn minn hirðir. Hinu textanir fjalla síðan hirði í afleitri merkingu, þar sé presta og safnaðarleiðtoga sem við höfum í kirkjunni. Við ætlum að fylgja þessari hugsun í dag hirðin og hjörðina. Og við byrjum þá á fyrir ritningarlestrunum sem úr Sálmi 23, sem einmitt sálmur sem að margir kunna utanbókar. Það var fallegt lag sem var sungið við þennan sálm þegar ég var í kristilegum skólasamtökum á sínum tíma og kannski ennþá hægt að finna þennan sálm. Ég ætla nú að biðja að fá hann í hlénu, við skulum sjá hvort það sé ekki hægt að finna hann og spila hann á eftir. Þetta augljóslega sálmur sem að Davíð konungur hefur skrifað og ber með sér minningar hans frá þeim tíma þegar hann var sjálfur ungur maður og var sjálfur hirðir. Hann gætti hjarða föðursins í nágrenni við heimaþorpið sitt sem að var Betlehem í Júdeu, eða í Júda réttara sagt. Það var fallegt að hugsa það að Sálmur 23 lýsi að einhverju leyti þessum vötnum og grænu grundum og dölum þar sem að Davíð ferðaði sem ungur maður og þar sem að aðrir hirðar líka ferðuðust nokkur 100 árum síðar og þá ég auðvitað við þá hirða sem að engillinn heimsótti á jólanóttu og sagði þeim frá fæðingu frelsarans. Davíð segir síðan frá því að bæði hann og hjörðin hans voru oft í hættu á þessum slóðum og hann þurfti meðal annars að berjast við alls konar óargardýr eins og bæði birni og ljón. En samt sem áður hreiktist hann ekki af eigin mætti, heldur treyst hann á Drottinn til þess að bjarga sér og það þetta traust Davíðs til Drottins sem að sálmurinn lýsir svo vel. Við skulum þá lesa fyrir ritningarlestur næstkomandi sunnudags úr Sálmi 23. Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiði mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiði mig rétta vegu fyrir saki nafnsins. Jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sproti þinn og stafur hugga mig, þú byrð mér borð frammi fyrir fjandum mínum. Þú smyrð höfuð mitt með olíu, bikar minn barmafullur. Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Þannig hljómar hið heilaga orð, Guði sé þakkargjörð. Löngu áður en Davíð var smurður eða krýndur til konungs og þar með til hirðis fyrir heila hjörð Ísraels þjóðar,
þá var Davíð hirðir fyrir þessa litlu hjarðir fyrir sauði föður síns og faðir Davíðs var einmitt Ísæ eða Jesse eins og hann var kallaður. Rétt eins og Davíð var hirðir þessara sauða, fylgdist með þeim og verndaði þá, eins var drottin hirðir Davíðs sem fylgdist með honum og verndaði hann. Davíð var reiðubúinn til að berjast við alls konar, við byrni og ljón fyrir sauði sína, en drottin var reiðubúinn til að berjast við sjálfan dauðan. Hugtækið sem við heyrum í þessum sálmi dimmur dalur, það er í raun og veru töluvert myrkara heldur en það hljómar á íslensku. Hebreska hugtækið BG Salmavet lýsir í rauninni dal þar sem að djúpt myrkur grúir yfir. Og gríska 70 manna þýðingi notar hugtækið skene thanatú eða skuggi dauðans. Og þá er það kannski enska þýðingin King James version sem að hittir sérstaklega vel í mark með hugtækinu The Valley of the Shadow of Death. Í þeim hættum sem að lífið hefur upp á að bjóða og í okkar svartasta myrkri og jafnvel í sjálfum dauðanum megum við treysta því að drottin er okkar hirðir. Og það var það sem að Davíð konungur gerði og sem hann lýsir í þessum sálmi. Þannig er Davíð okkur líka mikil fyrirmynd. Við skulum taka stutt hlé hér og síðan hlusta á eitt lag. Athuga hvort við getum ekki fengið Sálm 23 og síðan eftir hlé fyrir við síðan yfir síðari ritningalesturinn úr 1. Pétursbréfi 5. kafla. Komið sæl aftur, þetta er þátturinn undirbúningur fyrir sunnudag. Ég heiti Sakarías Ingólfsson og við erum að fara yfir ritningalestra og guðspjall næstkomandi sunnudags, 3. sunnudags páskatímans. Síðari ritningalestur er að finna í 1. Pétursbréfi og hér er apostulinn Pétur sem að skrifa til hennar útvöldu sem hafa endurfæðst í Kristi en búa á víð og dreif meðal heiðingjana. Margir telja að bréfið hafi byrjað sem að páskapredikun í kirkjunni og þá hafi beint máli sínu sérstaklega til þeirra sem hafa tekið skírn sama dag. Hér eru töluð mörg orð til hugunar og til hvatninga fyrir þá sem að mega þola gagnrýni, einelti, ofbeldi og jafnvel ofsóknir fyrir sína trú. Og Pétur hvetur heyrendur og lesendur sína til þess að binda vonir sínar við hinn æðsta hirði við sjálfan Krist. Frammi fyrir Kristi eru allir á sama plani, allir sem skírðir eru til hans og trúa og treysta honum eiga hlutdeild í svonarétti hans. Það þýðir þó ekki að það sé engin hlutverkaskipting í ríki Guðs og bréfið tala þess vegna líka einmitt til ákveðna hópa í kirkjunni, til dæmis til eiginmanna og til eiginkvenna sem og til ungmenna. Ritningalesturinn beinir máli sínu til öldungasafnaðarins sem við myndum í dag kannski kalla presta eða safnaðar leiðtoga. Gríska orðið presbyteros sem hér er þýtt öldungur er með að segja fyrirmynd íslenska orðsins prestur og það er í rauninni auðvelt að heyra hversu svipuð þessu orð eru presbyteros og prestur. Það ætti því ekki að koma óvart að þessi orð hafa líka oft verið lesin í vígslu presta og í íslenskum handbókum hafa þau sérstaklega verið lesin við vígslu biskups. Þetta er sérstök áminning í þessum orðum til þeirra sem að eiga að taka hinn góða hirði sér til fyrirmyndar og vera hirðar kirkjunar, eiga að annast hana, vernda hana gegn óvinum og gefa henni orð Guðs að fæðu. Við lesum síðari ritningalesturinn í 1. Pétursbréfi í 5. kafla í versum 1-4 og þau hljóma þannig. Öldungana yðar á meðal áminni ég, sem einnig er öldungur og vottur písla Krists og einnig mun fór hlutdeild í þeirri dýrð sem opinberið mun verða. Verið hirðar þeirrar hjarðar sem Guð hefur falið yður. Gætið hennar ekki af nauðung, heldur af fúsu geði, að Guðs vilja, ekki sakir vansæmilegs ávinnings heldur af áhuga. Þér skulið eigi drottna yfir söfnuðunum, heldur vera fyrirmynd hjarðarinnar. Þá munu þér, þegar hinn æðsti hirðir birtist, öðlast hann dýrðar sveig sem aldrei fölnar. Þannig hljómar hið heilaga orð, dýrð sé þér drottin, því þú hefur orð eilífs lífs hvert annað ættum vér að fara.
Hér sem sagt verið að tala til öldunga safnaðarins og minna þá á að þeir eiga að vera hirðar safnaðarins. Ég ætla þess vegna að nota orðið hirðir, en það eru við líka til ýmis önnur orð sem að gjarnan má nota. Til dæmis latnesku orðið fyrir hirði, orðið pastor, sem að margir nota á sérstaklega þá enskumælandi. Öldungur, prestur eða pastor, það skiptir ekki máli, þetta allt saman sami hlutirinn í Nýja testamentinu. En ég ætla að segja hirðir hér. Og hirðirinn hefur það hlutverk að hafa yfir umsjón með söfnuðurum, reka burtu óargar dýr, þar að segja þá sem að fara með ranga kenningu. Og þessi stað á hirðirinn að kenna söfnuðunum sannleika ritningarinnar. Hirðirinn á að gefa hjörðinni fæðu sem þýðir að bera fyrirheitið fyrirgefningu syndana til safnaðarins, bera fagnaðarindi til hans. Hann á að predika orð Guðs hreint og ómengað, hann á að útdeila sakramentunum samkvæmt orðinu, og það ekki einmitt það sem að apostolinn Páll að tala í 10. kafla Rómverjabréfsins, og ég les frá 14. versi. En hvernig eiga þeir að ákalla þann sem þeir trúa ekki á, og hvernig eiga þeir að trúa á þann sem þeir hafi ekki heyrt og hvernig eiga þeir að heyra án þess að einhver prediki, og hver getur predikað nema hann sé sendur, svo og ritað hversu fagurt fótak þeirra sem færa fagnaðarboðin góðu. Og síðan í versi 17, svo kemur þá trúin af boðuninni, en boðunin byggist á orði Krists. Það þetta sem það vald sem að kirkjunni gefið og sem leiðtogar hennar eiga að fara með, þar að segja valdið til þess að predika orð Krists. Kirkjan hefur ekki neitt annað vald og leiðtogar hennar eru ekki drottnar yfir kirkjunni, heldur eru þeir þjónar kirkjunar. Það aðeins hinn góði hirðir Jesús Kristur sjálfur sem drottin kirkjunar. Við höfum ekkert frelsi til þess að ganga gegn orðum hans. Hér vil ég líka bæta við að þá alltaf réttar að hlýða Guði heldur en mönnum. Þess vegna hefur söfnuðurinn samkvæmt ritningunni rétt til þess að meta predikun hirðana og bera hana saman við orð Guðs. Og það ágætis fordæmi þetta í postulasögunni í 17. kafla og þar sagt frá því þegar postulinn Páll og samstarfsmaður hans Sílas komu til Beróju í norður Grikklandi. Og hér stendur í versum 10 og 11: En bræðurnir sendu þá Pál og Sílas þegar nóttina til Beróju, og þegar þeir komu þangað gengu þeir inn í samkunduhús gyðinga. Þeir voru veglindari þar en í Þessalóníku. Þeir tóku við orðinu með allri góðfýsi og rannsökuðu daglega ritningarnar, hvort þessu væri þannig farið. Ef að predikunin ekki samkvæmt orði Guðs, eða til dæmis ef hirðurinn hefur náð stöðu sinni með rangindum, eða ef að misnotar stöðu sinna til þess að afla sér tekna til dæmis, þá ber kirkjunni hvorki að hlýða honum né að fylgja honum, heldur að velja sér hirði sem að fylgir orði drottins og predikar samkvæmt því. Það að ritningalesturinn kallar hirði safnaðarins til þess að vera fyrirmyndans fjallar síðan ekki fyrst og fremst eða bara grandvart líferni, heldur að vera fyrirmynd í trú og í trausti til Guðs og að vera fyrirmynd í trúnaði við orð hans. Við skulum hafa það í huga og næst alveg að kíkja á Guðspjall sunnudagsins og við gerum það eftir örstutt hlé. En Guðspjallið úr 21. kafla Jónas Guðspjalls. Komið sæl aftur, þetta þátturinn undirbúningu fyrir sunnudag. Ég heiti Zakarías Ingólfsson og við erum að fara yfir ritningalestra og Guðspjall næstkomandi sunnudags. Sameiginlegt þema allra lestrana þjónusta hirðisins og fyrri ritningalestur var Sálmur 23 sem talar drottin sem minn hirði og síðar ritningalesturinn var úr 5. kafla 1. Pétursbréf og talar hann til hirðasafnaðarins. Guðspjall þessa 3. sunnudags páskatímans framhald af Guðspjalli síðasta sunnudags sem var úr 21. kafla Jónas Guðspjalls. Við lásum þá 7 postulana sem saman voru komnir við Galileuvatn eða Tíberíasvatn eins og það einnig nefnist og fóruður út að veiða nóttina. Morgunin höfðu þeir ekki fengið nokkurt fisk
En þá birtist þeim hinn uppreisni Kristur á ströndinni og hann kallar til þeirra að kasta netunum hinum megin við bátinn og fyllast á netin samstundis. Þetta var augljóslega tákn sem að Jesús hafði gert áður og Jóhannes postuli kannast strax við táknið og segir þá við Pétur: þetta er drottinn. Eftir að þeir koma að landi býður Jesús þeim síðan upp á morgunverð, hann gefur þeim brauð og grillaðan fisk. Og guðspjall næstkomandi sunnudags kemur síðan í beinu framhaldi af þessu í versum 15-19 og hljóðar það svo. Þegar þeir höfðu matast sagði Jesús við Símon Pétur: Símon Jóhannes son, elskar þú mig meira en þessir? Hann svarar: já, drottinn, þú veist að ég elska þig. Jesús segir við hann: gæt þú lamba minna. Jesús sagði aftur við hann öðru sinni: Símon Jóhannes son, elskar þú mig? Hann svaraði: já, drottinn, þú veist að ég elska þig. Jesús segir við hann: ver hirðir sauða minna. Hann segir við hann í þriðja sinn: Símon Jóhannes son, elskar þú mig? Pétur hrygðist við að hann skildi spyrja hann að þriðja sinni: elskar þú mig? Hann svaraði: drottinn, þú veist allt, þú veist að ég elska þig. Jesús segir við hann: gæt þú sauða minna. Sannarlega, sannarlega segi ég þér, þegar þú varst ungur bjóstu þig sjálfur og fórst hversu þú vildir. En þegar þú ert orðin gamall, mundu rétta út hendurnar og annar byrði þig og leiðir þig þangað sem þú vilt ekki. Þetta sagði Jesús til að kynna með hvílíkum dauðdaga Pétur myndi vegsama Guð. Og hann hafðist þetta mælt, sagði hann við hann: fylg þú mér. Þannig hljómar hið heilaga Guðspjall: lof sé þér, Kristur. Þrisvar sinnum spyr Jesús Pétur hvort hann elski hann og Pétur svarar þrisvar sinnum að hann geri það. Já, drottinn, þú veist að ég elska þig, segir Pétur. Það við ekki hægt að líta fram hjá því að rétt eins og á föstudeginum langa situr Pétur við glóðirnar og svarar þrisvar fyrir tengsl við Jesú. Í fyrra skiptið hafði hann afneitað honum. Þrisvar sinnum hafði Pétur afneitað Kristi. En í þetta skipti játar hann Krist þrisvar sinnum og segir að hann elski hann. Honum gefst færi á því að játa fyrir hvert skipti sem hann hafði afneitað og í því virðist felast ákveðin uppreisn æru. En hversuna svarar Jesús með þeim hætti sem hann gerir? Hvers konar svar er það einlega þegar hann segir: gæt þú lamba minna, ver þú hirðir sauða minna og gæt þú sauða minna? Hvað á Jesús einlega við með því að segja þetta? Er hann að taka þennan sjómann eða fiskimann og gera hann að bónda eða að fjárhirði? Í 5. kafla Lúkasar Guðspjall segir Jesús við Pétur: óttast þú ekki, héðan í frá skalt þú menn veiða. Jesús hafði gert Pétur að manna veiðara, eins og við segjum stundum, og stuttu síðar voru Pétur og hinir postularnir sendir af stað 2 og 2 til þess að predika orð Krists. Síðar voru líka 70 aðrir sendir með sama hætti, en Pétur hélt því líka áfram eftir himnaför Krists. Og fyrri hluti postulasögunar geymir með annars nokkuð vers af ræðum hans. Hann hætti aldrei að vera manna veiðari. Jesús hafði gert hann að því og það var hann til æviloka. En hlutverk Péturs afmarkast þó ekki af því að breiða út boðskapin upprisu Krists til þeirra sem ekki þekktu hann. Hann átti líka annars þá sem að trúðu boðskapnum, þeir sem hafði heyrt hann boðskap og tekið við honum og treystunum og orðið trúaðir og látið skýrast. Hann átti líka að annast þessa, þá sem trúðu boðskapnum, þá sem að voru hluti af söfniðin, þá sem að voru hjörðin. Hann átti að vera hirðir safnarins, hann átti að gæta lamba og sauða eins og hirðir sem að gætir hjarðar. Síðan er þetta sama hlutverk sem að Pétur áminnir öldunga safnaðarins í síðari ritningalesturinn sem við lásum fyrr í þættinum. Pétur átti að vera hirðir safnaðarins og eins áttu allir aðrir hirðar að vera, þeir áttu að annast söfnuðinu.
Við erum vel alveg að koma að þáttarlokum og ég ætla að þakka fyrir samfylgdina í dag, en síðan vil ég líka skora á þig sem að ferður reglulega í kirkju eða annað söfnuð til þess að undirbúa þig vel fyrir guðþjónustuna eða samkomuna, lesa textana vel á undan og hugsa þá. Og til þess eru einmitt þessir þættir til þess að koma huganum að stað fyrirfram og hvetja til þess að hugsa innihald textana áður þau kemur í guðþjónustuna. Það er furða hvað það er mikið auðveldara að hlusta, bæði á lestrana sem og á predikununa, ef maður hefur gert það. Svo getum við uppörvast saman fyrir okkar sameinlegu trú. Við heyrumst aftur að viku liðinni, verið sæl.